Það var hún Marjón sem að leiddi okkur þarna í lofgjörðina á þessari fyrstu morgunstund þessa dags, föstudagurinn 31. júli. Sæl og blessuð. Kemur hann Takk fyrir ágúst. yndislega lofgjörð. Þetta svona svolítið minn stíll, þessi lofgjörð, þeir sem þekkja mig. Þannig að ég var sérstaklega blessaður að sjá notalegt píanóspil og víólu. Ég ætla aðeins að koma mér hérna fyrir. Þið getur notað tækifærið og tekið upp Biblíur og Nýja testamenti ef þið hafið það við höndina. Við ætlum að opna Biblíuna saman. Þetta er biblíulestur. Við ætlum að opna Biblíuna saman í, fyrra Pétursbréfi. Ég ætla að bjóða líka velkomin þau sem eru með okkur á lindinni eða í beinni útsendingu. Það er frábært að koma hérna saman á kotbóti. Það er frábært að minna okkur á það að við tilheyrum stórum Guði sem hefur ekki sagt sitt síðasta orð, hvorki í líf okkar, né meðal þjóðar okkar. Ég heiti Ágúst Valgarð Ólafsson og bý í Forsæti í Flóahreppi og er forstöðumaður ásamt Aroni Hinriksssyni á Selfossi. Og ég vil líka segja við ykkur sem eru hérna eftir vill í fyrsta skipti á kotnóti og eru svona að velta þessu fyrir ykkur með Jesú og kristni og allt það, slakið bara á, njótið. Í þessum biblíulestri munum við fyrst og fremst tala til þeirra sem eru kristnir og hafa tekið afstöðu. Þannig að þú sem ert ennþá að velta þessu fyrir þér getur bara slakað á og þarft ekkert að finna þig knúin til að sýna viðbrögð við neinu. Við ætlum að byrja á því að tala um það hvað gerum við þegar við opnum Biblíuna saman. Ég ætla að biðja Sirja að setja bara fyrstu glæruna á. Þegar við opnum Biblíuna saman að þá er eitt besta verkfæri okkar að vera forvitin. Við fáum næstu glæru, Sirji. Þegar við erum forvitin að þá spyrjum við spurninga og það er eitt af besta sem við getum gert þegar við erum að opna Biblíuna saman, að spyrja spurninga textan. Spyrja spurninga eins og hvar, hvenar, hvernig, hvers vegna, af hverju og svo framvegis. Spurningar þær hafa þá þann eiginleika að þær fá okkur til þess að leita og knýja á og leita svörum. Og Jesús sagði, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér mun finna, knýið á og fyrir yður mun upploki verða. Og það er eitt af besta versi við getum notað þegar við erum að opna Biblíuna saman, að knýja á og nota allt sem Guð hefur gefið okkur hérna uppi. Skulum sjá, næstu glæru. Annars sem við þurfum að hafa í huga þegar við opnum Biblíuna er það, til hvers við að opna Biblíuna saman? Tilgangur Biblíunar er ekki bara að stækka okkur heilan og það má aldrei vera markmið í sjálfu sér. Þekkingarinnar vegna er ekki tilgangur þess að opna Biblíuna. Í einum af sínum mörgu samtölum við farisæana að þá sagði Jesús, þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Og við gleymum því stundum þegar við erum að lesa Nýja testamentið og Jesús er að eiga þessi samtöl við farisæana og saddukeana og alla þessa mismunandi hópa, að þeirra aðal hlutverk farisæana var að varðveita ritninguna. Og mörguleyti stóðu þessu bara ágætlega í því að annars hefðum við ekki Gamla testamentið í dag eins og við höfum það. Og þeir rannsökuðu ritningarnar gaumgæfilega eins og Jesús segir, en þeir mistu af Kristi. Þeir mistu af honum. Og enn í dag, kæru vinir, er fullt af fólki sem að rannsakar ritningarnar en missir af Kristi.
Og við viljum ekki lenda í því. Þess vegna þegar við opnum Biblíuna saman, þá byrjum við og endum á Kristi. Það er útgangspunktur okkar og ef við höfum unnið vinnu okkar rétt, þá endum við á honum líka. Af því eins og Jesús segir, ritningarnar vitna Krist, ekki satt? Það vitna hann. Og svo líka viðvörun Páls úr fyrra Korinthubréfi þar sem hann segir að þekkingin blási menn upp. Og við sjáum það, við höfum þetta orð eða slettu besserwisser og þá finnst engum gott að vera nálægt þeim sem besserwisser. Þannig að við skulum hafa það í huga. Við erum ekki að sækjast til þekkingarinnar vegna. En nú skulum við opna Biblíuna saman, við skulum opna fyrra Pétursbréf, 3. kafla og vers 9 til 17. Og við skulum bara lesa í gegnum textan, byrja á því og svo förum við aðeins nánar í gegnum hann. Ég ætla að lesa þetta fyrir okkur. Fyrra Pétursbréf, 3. kafli og vers 9. Gjaldið ekki illt fyrir illt eða illmæri fyrir illmæri, heldur þvert á móti blessið, því að þér eru til þess kallaðir að erfa blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá að mæla svik. Hann sneiði hjá illu og gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augu drottins eru yfir hinum réttlátu og eyru hans hneigjast að bænum þeirra, en auglið drottins er gegn þeim sem illt gjöra. Hver sá mun gjöra yður illt eftir kappkostið það sem gott er? En þótt þér skyldu líða illt fyrir réttlætissakir, þá eru þér sælir, hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum. En helgið Krist sem drottin í hjörtum yðar. Verið ættir reiðubúnir að svara hverjum manni sem krefst að raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. En gjörið það með hóværð og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðun eða sem kristinna manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla gegn yður. Því að það er betra ef Guð vill svo vera láta að þér líðið fyrir að breyta vel heldur en fyrir að breyta illa. Svo hljóða það og við skulum staldraðast við núna og biðja saman. Drottinn, við þökkum fyrir það að fáum að koma hingað saman hér á þessum stað sem þú hefur tekið frá fyrir þig. Og við biðjum þig, Drottinn, að opna hug okkur og hjörtu fyrir því sem þú vilt tala til okkar. Við biðjum þig að benda okkur á, leiðrétta hugsun okkar og hjálpa okkur að fókusera á son þinn, Jesú Krist. Og við biðjum líka með þeim sem eru heima eftir að hlusta á lindina eða eru að horfa á beina útsendingu, vilt þú snerta við hjörtum okkur alla, Drottinn Guð. Hjálpa okkur að nálgast þig, því að þú ert höfundur lífsins og hjá þér eigum við upp af okkar og endi. Í Jesú nafni. Amen. Þannig að núna, ef við fáum næstu glæru, skulum við byrja að spyrja spurninga textan. Og fyrsta augljósa spurningin, ein af mörgum, er hvar? Til dæmis, hvar skrifar Pétur bréfið? Þekkjum Péturs, við sem höfum opnað ritningarnar áður, við þekkjum að Pétur veit af apostolunum, veit hann lærisveini Jesú. Og þegar þarna komum við sögu, sennilega um 62 eftir Krist, eitthvað svolítið, 62, tölum nánar það seinna, að þá er Pétur staddur í Róm. Og einu staði í fyrra Pétursbréfi segir hann yður heilsa söfnuðurinn í Babýlon og með Babýlon eru alla líkur á því að hann sé að vísa til Rómaborgar. Og sendiboðin sem fór með þetta bréf þurfti sennilega að ferðast 2000 kilometra leið eða svo. Og það var mjög praktískt ef hann hitti einhverja hermenn eða það var einhver ritskoðun í gangi að það væri ekki beinar tilvísanir til Rómaborgar í bréfinu. Þess vegna er mjög líklegt að Pétur hafi skrifað Babýlon og það vissu það allir að höfuðborg syndarinnar var Rómaborg á þessum tíma. Ég veit ekki
hvaða borg hann myndi nota ef hann væri að skrifa í dag, við skulum ekkert fara út í það. Annars datt mér nú í hug þegar við erum stödd hérna í örkinni, ég var eiginlega búinn að hugsa með það að spyrja ykkur mjög alvarlegar spurningar að þið veru stödd hérna í örkinni. Hvað veiddi Nói marga fiska þegar hann var í örkinni? Veit það ykkur? Ég veit að Margrét María dóttir mín veit það, er enginn annars að veit það. Hann veiddi bara 2 fiska af því hann átti bara 2 ánamaðka. Það er nokkuð góð þessi. Sigurjón Óli sonur minn sagði með þennan. Kannski bara veit hann engan að því við eigum ánamaðka þetta, ég veit það ekki. Það er önnur saga. Þið skulle spyrja hann Sveinbjörn að því sem verður með biblíulestur hérna þróun og sköpun. Hann veit þetta örugglega. Svo skulum við taka næstu spurningu sem er hvernig. Hvernig til dæmis skrifar Pétur bréfið? Og við sjáum það að hann segir á einu stað með hjálp Silvanusar, hins trúaða bróður í mínum augum, hef ég stuttlega ritað yður þetta til þess að minna á og vitna hátilega að þetta er hinn sanna náð Guðs standi stöður í henni. Þannig að Pétur fær hjálp til að skrifa bréfið. Af hverju? Já, kannski var hann orðinn sjóndapur eða kannski var hann ekki mjög vel skrifandi á grísku, bréfið er skrifað á grísku og Pétur náttúrulega elst upp í Ísrael og elst upp við að tala arameísku og þess aftar. Við vitum það ekki fyrir víst, en allavega er hann með þarna kannski yngri mann sem hjálpar hann að skrifa bréfið. Og þarna reyndar kemur líka fram til hvers hann er að rita bréfið. Hann er að rita það til þess að minna á og vitna hver hinn sanna náð Guðs. Hann vill uppörva þá sem að taka við bréfinu og uppörva þá að standa stöðugir í henni sönnu náð Guðs. Og næsta spurning væri hvers vegna, og við erum þegar búin að tala hana. Á nokkrum stöðum, við fáum næstu glæru, á nokkrum stöðum þá talar hann að þeir séu að ganga í gegnum raunir og reynda mjög víða í bréfinu er hann að vísa til þess að þeir sem eru að taka við bréfinu séu að ganga í gegnum erfiðleika. Og þess vegna er mjög líklegt að Pétur hafi frétt af því að þessi söfnuðir hafi verið að ganga í gegnum erfiðleika, honum er umhugað þau og þess vegna skrifar hann bréf. Það er við vitum ekki til þess að Pétur hafi heimsótt þessa söfnuði og það virðist allt benda til þess að það hafi ekki verið Pétur sem að rauninni startaði eða plantaði þessum kirkjum sem hann er að skrifa bréfið til, en hann skrifar þeim bréf til að uppörva það. Og ég hef velt því fyrir mér, Pétur vissi ekki af okkur, en hann er að skrifa bréf til þessara safnaða og kannski fólk sem hann hefði aldrei hitt. Og við getum velt því fyrir okkur, hvernig bréf myndi Pétur skrifa okkur? Ef hann væri til og hefði frétt af okkur, hvernig myndi það hljóma? Og hvernig myndi okkur líða ef við tækjum við bréfi, stíluðu beint til okkar af Pétri postula? Þetta er athyglisverð spurning. Og kannski ekki svo vitlaust að hafa í huga þegar við lesum svo þetta bréf, af því að þetta eru söfnuðir sem hann þekkti ekki persónulega, en hann er að skrifa þeim bréf til að uppörva þá og reyna að setja tilveru þeirra og líf í samhengi. Næsta spurning, næsta glæra, það veri hvað og hvenar. Og Pétur skrifar bréfið 62-63 eftir Krist, það er svona allt sem bendir til þess. Neró var keisari þarna frá 54-68 og ef þið munið eitthvað úr mannkynssögunni þá var það þessi sami Neró sem við kannski séð myndir af klikkuðum keisara spilandi á fiðlu og á bakvið brennur Rómaborg. Það er þessi sami Neró. Þegar það var gríðalegur bruni í Rómaborg 68 eftir Krist og sagan segir eitthvað á þá leið að Neró hafi kveikt eldinn sjálfur af því honum leiddist eða eitthvað þess háttar og kenndi svo hinum kristnu brunan og fór kerfisbundið að ofsækja hina kristnu á hroðalegan hátt.
og þetta bréf mjög líklega skrifað áður en það gerist. Þannig að ofsóknirnar voru þarna 64 eftir Krist sem að Róm brennur. Það var ekki 68, það var 64. Þannig að það hjálpar okkur að vita nokk nákvæmlega hvenær bréfið skrifað. Það ekki þannig með öll rit Nýja testamentis að við vitum þetta vel hvenær þau eru skrifuð. En þegar við nálgumst textan og erum búin að spyrja spurninga þessara, þá hjálpar það okkur að setja textan í samhengi. Til dæmis það að bréfið skrifað áður en að kerfisbundnar ofsóknir gegn kristnum fara af stað. Þannig að hið opinbera eða rómverska ríkið, það ekki byrjað að ofsækja kristna með kerfisbundnum hætti þegar að Pétur skrifa bréfið. Og það mjög mikilvægt að vita það til þess að átta okkur á því hvað hann að segja og hvaða aðstæður viðtakendur bréfsins búa við. Og það næsta spurning, hverjir eru viðtakendur? Við skulum aðeins tala um það. Hann segir í fyrsta versinu í bréfinu: heilsar hinum útvöldu sem eru dreifðir sem útlendingar í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu. Og flest bindur til þess að flestir hafi verið fólk með heiðinn bakgrunn, þar að segja ekki gyðingar. Fólk sem ólst upp þarna í þessum löndum sem var undir áhrifum frá Grikklandi og svo Rómaborg. Og það einnig á nokkrum stöðum í fyrra Pétursbréfi þar sem hann að tala hvaða syndir þeir áttu áður þeir snerust til kristni, og sá listi hljómar þannig að hann eigi betur við fólk með heiðinn bakgrunn heldur en gyðinga, eins og fyrra Pétursbréfi 1:14 hann segir: verið eins og hlýðin börn og látið eigi framar lifna yðar mótast af þeim girndum sem þeir áðurlitu stjórnast af í vannuvisku yðar, og svo framvegis. En við skulum skoða kort af svæðinu, við fáum næstu glæru, og ég veit ekki hvort þið sjáu þetta á varpanum, en þarna efst í horninu vinstra megin, þar Rómaborg, og þar Pétur staddur þegar hann skrifar bréfið. Það bendir allt til þess. Og svo ef þið færið augun upp til hægri, þá sjáum við Svartahafið þarna efst til hægri, og þar svona appelsínugulur hringur, og þar eru þessi svæði sem hann taldi upp í fyrsta versi: Pontus, Kappadókía, Galatíu, Bithyníu og Asía. Og við neðri partin af þessum hringi eru Tárusfjöllin, og þar fyrir ofan eru þessi 5 svæði sem hann skrifa bréfið til. Og svo sjáum við þarna fyrir ofan Asíu og vinstra megin við Bithyníu, þar svona appelsínugul ör, og þar Istanbúl, borgin Istanbúl. Þannig að neðst til vinstri sjáum við mælikvarðan, og við sjáum strax að frá Róm til Galatíu svona það bil 1600 kilometra loftlína. Þannig að ef einhver sendibúði var að fara með þetta bréf, þá hefur hann þurft að leggja talsvert ferðalag á sér. Við sjáum það. Og þetta gott að hafa í huga þegar við lesum bréfið, að maður sem staddur þarna 1600-2000 kilometra loftlínu frá viðtakendum, hann að skrifa bréf. Kannski ekki ólíkt því að einhver í Ameríku eða einhver staðar, ég mældi það nú ekki upp, einhver staðar í Rússlandi væri að skrifa okkur bréf, hvað langt þarna á milli. En við skulum sjá næstu glæru, og núna ætlum við að labba aðeins nánar í gegnum þessi vers sem við lásum áðan. Og eftir að þá ætlum ég að láta ykkur fá smá í þessu verkefni. Þannig að ykkur getur byrjað að hlakka til þess. En nú ætlum við að labba gegnum versin aðeins skref fyrir skref. Við ætlum að byrja á 9. versi, þar sem hann segir: gjaldið ekki illt fyrir illmæli, illt fyrir ill, eða illmæri fyrir illmæli, heldur þvert á móti blessið, því að þér eru til þess kallaðir að erfa blessunina. Ég taldi, og
þið sjáu þarna listan fyrir neðan, mér taldist til að það byrja 12 sinnum í bréfinu síðan að snerta á því efni að launa illt með góðu og sýna þannig þolgæði og annað tengt því. Þannig að aftur og aftur og aftur í þessu bréfi sem það byrja 5 kaflar, þá hann að segja við þá ekki launa illt með góðu, ekki launa sig illt með illu, heldur launið illt með góðu. Þannig að það þessi stóra áskorun sem hann að koma með til þeirra og þetta vers eitt af þeim. Við getum tekið hérna 2 dæmi ef við flettum upp í 1. Pétursbréf 2. kafli og vers 23 og þá segir hann að tala Jesú, hann segir 1. Pétursbréf 2:23 hann illmælti eigi aftur honum var illmælt og hótaði eigi hann leið heldur gaf það í hans vald sem réttvíslega dæmir. Hann að tala hvernig Jesú lifði lífi sínu og hann að segja Jesús gekk með þessari jörð, hann lifði sínu lífi og lífið, eins og ég segi stundum, hendi í hann alls konar hlutum. Hann var beittur órétti, hann var laminn, það var logið upp á hann og svo framvegis. Og Jesús brást aldrei við með því að slá tilbaka eða ljúga tilbaka eða svo framvegis. Hann lét Guði það eftir að taka á hennu illa. Hann setti það í hendur Guðs að gera málinu upp. Og hann lét, þó að hann væri sonur Guðs og mætti rökstuð að hann væri í fullum rétti að sitja ofan í við fólk, að þá gerði hann það ekki. Svo ef við skoðum 4. kafla, 1. Pétursbréf kapli 4 og vers 19, við skulum líka lesa það vers sem dæmi þetta. Þess vegna skulu þeir sem líða eftir vilja Guðs fela sálir sínar á hendur hinum trúarskapara og halda áfram að gjöra hið góða. Þannig að það alveg kristaltært af þessu bréfi, bæði þessum 2 versum og öðrum, að markmið okkar ósköp einfalt. Við eigum alltaf að gera það sem gott. Við eigum alltaf að bregðast við með góðu. Við eigum alltaf að koma þannig fram við annað fólk að það komi viðkomandi sem best. Alveg sama þó viðkomandi slá okkur, gera okkur eitthvað illt, hallmæli okkur og svo framvegis, við bregðumst alltaf við með góðu. Það alveg kristaltært af bréfinu. Ok, skulum taka næsta vers, sjá næstu glæru og þarna stilti ég upp smá töflu til þess að setja í fókus þetta hvernig við bregðumst við lífinu, af því það eiginlega má segja að þessi 3 leiðir sem við höfum til þess að bregðast við lífinu með því að hvernig við ætlum að bregðast við hinnu ýmsu hlutum sem henda okkur í lífinu og það alls konar hluti sem kom upp á í lífi okkar og við vitum það aldrei fyrirfram eða sjaldnast. Leið Satans þarna lengst til vinstri og hún einfaldlega að launa gott með illu. Jesús segir þetta í Jóhannes 10. kafla, óvinurinn kemur til að stela, slátra og eyða. Þannig að hans viðbrögð alltaf á þá lund að launa með illu og eyðileggja. Þannig að það fyrsti valkosturinn. Næsti valkostur mennska leiðin sem við getum kallað. Og eitt dæmi það þarna að finna í 2. Mósebók þar sem útskýrt að ef einhver meiðir þig á auga, þá sé það auga fyrir auga, tönn fyrir tönn og svo framvegis. Ég var að spjalla við einhverjum daginn og þar sem þetta vers barst í tal og þá vorum við að rifja upp að þegar þetta vers sett fram að þá var það heilmikil réttarbót af því á þeim tíma var það þannig að ef að þú hjóst af mér litlutána að þá kom ég ríðandi á úlföldum og drap alla þína fjölskyldu og rændi öllum hestunum þínum og úlföldunum af því að þú hjóst af mér litlutána. Þannig að það var heilmikil réttarbót
að þegar ég ætlaði að hefna mín myndi ég ekki drepa þetta fjölskylduna, heldur bara að högga þér litlu tanna. Skiljið hvað ég er að fara? Það segir okkur heilmikið hver staðan var í því samfélagi, en það segir okkur líka heilmikið hvernig Guð starfar. Hann vissi að samfélagið á þeim tíma var ekki tilbúið að taka við hans besta. Samfélagið á þeim tíma var ekki tilbúið að taka við réttu hina kinnina ef einhver slær þig. Það bara, þau höfðu enga getu til þess að taka við þeim boðskap. En hann gat sagt við þau, ok, ef einhver gerir þér eitthvað, ekki drepa alla fjölskylduna hans, þú hefur hins vegar rétt ef þú vilt til þess að taka akkurat það sem hann gerði þér. Það var réttarbót, en það var ekki endapunktur Guðs. Hann átti eftir að fara lengra þegar Jesú kemur. Skiljið hvað ég er að fara? Það þýðir það að Guð er tilbúinn að vinna með fólki það sem það er statt hverju sinni og færa það áfram. Og það er heilmikil svona uppbyrjun í því fyrir okkur, af því að og við sjáum það líka þegar einhver kemst til trúar, þá byrjar Guð ekki á því að gefa viðkomandi lista yfir 50 atriði sem hann þarf að laga í lífi sínu, af því að við bara myndum koðna undir því. Hann segir kannski, ok, nú skulum við vinna í þessu. Og er þar í kannski 1, 2, 3 mánuði, þá getur viðkomandi atriði komið í lag, og svo kannski einhvern tíma seinna kemur, jæja, nú skulum við vinna í þessu, og svo framvegis. Og þess vegna líka mjög mikilvægt að við sem erum kannski búin að ganga með Guði í langan tíma, að við sýnum náð og gefum fólki rými til þess að vinna með Guði í því sem að Guð er að gera í þeirra lífi. Af því að við vitum ekkert endilega hvað Guð er að setja í fókus í lífi viðkomandi. En nú er komin hérna aðeins út fyrir efnið. En þessar 3 leiðir, seinasta leiðin er svo himneska leiðin sem við erum búin að vera að tala um. Og það er einfaldlega að launa illt með góðu og náttúrulega að launa gott með góðu og raunir bara alltaf að launa með góðu. Það er náttúrulega Kristur sjálfur sem að tala það, ef við flettum upp í Lúkasar Guðspjalli. Við flettum upp því, og Lúkasar Guðspjall 6:27. 6:27. Það stendur, en ég segi yður er á mig hlýðið, elskið óvini yðar, gjörið þeim gott sem hata yður, blessið þá sem bölva yður og biðjið fyrir þeim er misþyrma yður. Þetta er bara eitt dæmi af mörgum þar sem að Kristur segir akkurat þetta sama. Þannig að það er, kæru vinir, einfaldlega ekki okkar hlutverk að dæma heiminn eða gera upp hið illa. Það er ekki okkar hlutverk. Það er ekki verkefni sem Guð setti í mínar hendur eða þínar hendur. Það er hlutverk og verkefni sem Guð ætlar sjálfum sér einum. Það er alveg ljóst af þessum texta sem við erum búin að fara í gegnum. Við getum líka lesið í Rómverjabréfi 12:19, þið þurfið ekki að fletta þessu upp, en þar stendur í Rómverjabréfinu 12:19, hefni yðar ekki sjálfir þér elskaðir, heldur lofið henni refsandi reiði Guðs og komast að, því að ritað er, mín er hefndin, ég mun endurgjalda, segir Drottinn. Þannig stundarsakir þá höfum við mannfólkið, við höfum frelsi til þess að gera alls konar hluti, við höfum frelsi til að gera A eða B, við höfum frelsi til að hafna Guði eða meðtaka Guð, við höfum frelsi til að gera slæmt eða gera gott. Við höfum ákveðið rými til að gera alls konar hluti, en svo kemur að því dag einn að Guð setur niður fótinn þegar Jesús kemur aftur, og þá mun Guð með virkum hætti stöðva allt illt í veröldinni. Sú stund er ekki komin, við vitum ekki hvort hún kemur eftir 5 ár, 50 ár eða 500 ár. Okkur finnst svona verið að kynda undir þessari stund, en það er önnur saga. Það mikilvægt fyrir okkur er að muna að það er Guð sem ætlar að stöðva allt illt. Hann leyfir ýmsum hlutum að viðgangast í dag, þó hann vilji ekki að þeir séu gerðir, og þá leyfir hann því að gerast. Okkar hlutverk er ekki að gera upp þessar hluti. Við eigum alltaf að bregðast við í góðu.
Og auðvitað geta þetta verið flóknar guðfræðilega spurningar eins og með það, eigum við þá ekki að stoppa eitthvað sem að fara að skjóta eða byrja eitthvað annar og svo framvegis? Jú, vitaskuld ef við höfum tækifæri til. Ég ætla ekki að fara nánar út í það í þessum biblíulestri, en aðalatriði sem að ég vil taka á þetta, við launum illt með góðu og við bregðumst við með því að gera öðrum gott. Og það ekki okkar fókuspunktur að vera að taka á og dæma hið illa í heiminum. Og Jesú var fyrirmynd okkar í því, svo sannarlega. En nú skulum við fá næstu glæru og halda áfram að labba gegnum versin. Við erum komin í 10. vers, þar stendur: Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá að mæla svik. Hann sneiði hjá illu og gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augu drottins eru yfir hinum réttlátu og eyru hans hneigjast að bænum þeirra, en auglið drottins gegn þeim illt gjöra. Þetta tilvitnun í Sálm 34. Þannig að þarna Pétur í bréfi sínu, kippir hann sér til og fær lánað frá Davíð, sálmaskáldi, og setur inn tilvitnun úr Sálmi 34. Alltaf þegar að höfundar Nýja testamentisins vitna í Gamla testamentið, þá getur verið mjög athyglisvert að fara og fletta upp í Gamla testamentinu, skoða þann ritningarstað og skoða samhengi sem að hann skrifaður í. Og yfirleitt alltaf þegar við lesum biblíuna, þá afar hjálplegt og gagnlegt að skoða samhengi textans. Hvað kom á undan, hvað kemur á eftir, og svolítið eins og við erum búin að gera, hverjir eru viðtakendur, hvers vegna verið að skrifa þetta, og svo framvegis. Spyrja spurninga. Hvað að gerast þarna í Sálmi 34? Jú, þar stendur efst í þeim sálmi að Davíð hafi skrifað þann sálm í samhengi við það að hann gerði sér upp sturlun, hann gerði sér upp að vera brjálaður. Þá lenti hann í þeim aðstæðum að hann var að flýja undan Sál í eitt skipti af mörgum og lendir þarna hjá manni sem var óvinur Ísraels og manni sem að vissi að Davíð hafði drepið fullt af mönnum í borustu við Filista, og Davíð bara grípið til þess ráðs til þess að bjarga sjálfum sér að gera sér upp sturlun og fróðufellir í skeggið og annað eftir því. Og þá fær hann bara að hugsa, ok, Davíð, Pétur postuli að skrifa bréf og vitnar í Davíðssálm til þess að rökstyðja mál sitt. Hvernig lífi lifði Davíð? Hvaða viðbrögð sýndi Davíð í lífi sínu? Munið eftir töflunni sem ég var með áðan, með 3 leiðir hvernig við bregðumst í lífinu. Hvaða leið fór Davíð? Fór hann leið Satans? Fór hann mennskuleiðina og launaði tá fyrir tá og tönn fyrir tönn? Eða fór hann himneskuleiðina og launaði illt með góðu? Fyrripart ævi sinnar, sennilega allavega 10 ár, þá lifði Davíð sem flóttamaður, hundeltur af Sál konungi. Og í nokkur skipti þá fékk Sál tækifæri til þess að hefna sín á Davíð. Til þess að fékk fyrir ekki Davíð tækifæri til þess að hefna sín á Sál. Eitt skipti gekk Sál inn í hellinn til þess að bara gera þarfir sínar, held ég, þar sem að Davíð og mennars voru og Davíð sneið lafið af skikkju Sáls og önnur slík dæmi. Við sjáum strax að á lykil augnablikkjum í lífi sínu að þá áttaði Davíð sig á því að það var ekki hans hlutverk að stöðva Sál. Það var ekki hans hlutverk að launa illt með illu. Heldur á lykil augnablikkjum þá sýndi Davíð góðvild gagnvart Sál, þó að Sál væri að elta hann og reyna að drepa hann. Mjög athyglisvert. Og svo annar sem ennþá athyglisverðara.
Davíð átti son sem hét Absalón og Absalón, hann gerir uppreisn gegn Davíð. Þið getið lesið þetta í meðal annars í 16. kafla 2. Samúelsbókar. Og ef ég dreg þetta saman í stuttu máli þá nær Absalón undir sig helstu mönnum ríkisins og mörgum af mikilvægstu mönnum ríkisins og Davíð sér þann kost einan að flýja Jerúsalem og bara flýr með hraði til þess að Absalón og hans menn ná honum ekki. Og það sem þeir eru að flýja borgina, náttúrulega í mikilli sorg, þar kemur þessi náungi sem er af húsi Sáls minni mig og fer að formæla Davíð. Þannig að við sjáum fyrir okkur það sem að Davíð er að flýja fótgangandi, þar kemur þessi náungi og fer að formæla Davíð, fer að kasta steinum í Davíð og menn hans og annað eftir því. Og hvernig bregst Davíð við? Einn af mönnum Davíðs segir: Hví skal þessi dauði hundur formæla mínum herra konunginum? Lát mig fara og stífa á honum hausinn. En konungur svaraði, þetta er í 2. Samúelsbók 16:10, hvað hef ég saman við yður að sælda Serujúsinir? Ef hann formælir og ef drottin hefur sagt honum, formæl Davíð, hver vogar þá að segja, hví gjörið þú þetta? Og Davíð sagði við Abísai og alla þjóna sína: Sjá, fyrst sonur minn sem útgengin er að lendu mínum situr líf mitt, hví þá ekki þessi Benjamíníti? Látið hann í friði og lofið honum að formæla, því að drottin hefur sagt honum það. Vera má að drottin líta á ynd mína og bæti með formæling hans í dag með góðu. Ritningi segir að Davíð hafi verið maður eftir hjarta Guðs og við getum lært margt á honum og eitt af því sem við getum lært er það hvernig hann brást við mótlæti í lífinu. Þarna var hann sannarlega að upplifa mótlæti og hann mat það svo að það væri ekki hans hlutverk að setja ofan yfir þennan mann sem var að formæla honum. Mjög athyglisvert. En við skulum halda áfram með 1. Pétursbréf og fara núna í vers 13. Sjá næstu glæru. Hver er sá mun gera yður illt eftir kappkostið það sem gott er? Sjáum eina glæru viðbót sér í. Ef þóttir skildu líða illt fyrir réttlætis sakir, þá eru þeir sælir, hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum. Þessi vers minnir maður svolítið á 8. kafla Rómverjabréfsins, þar sem að Páll talar ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Eins og við verðum að tala áðan, ef við fylgjum fordæmi Jesú, þá eru viðbrögð okkar þau í lífinu að launa illt með góðu. Og það gerir það meðal annars að við getum með sannfæringu staðið á þeim stað og vita þá staðreynd að Guð er með okkur. Og hver er þá á móti okkur? Hvern þurfum við þá að hræðast, rétt eins og Pétur skrifa þarna, hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum. Páll postuli skrifa líka í 12. kafla Rómverjabréfsins: gjaldið engum illt fyrir illt og svo framvegis. Pétur setur í samhengi í þessum versum ef að við kappkostum að gera það sem er gott, ef að við sinnum því verkefni sem Guð hefur falið okkur, að þá getum við haft aukna trú fyrir því að Guð muni sinna því verkefni sem að hann ætlar að sinna. Og ég sé þetta svolítið svona, kæru vinir. Guð hefur ætlað okkur að kappkosta að gera það sem er gott, hann hefur ætlað sjálfum sér að gera upp hið illa í heiminu. Og ég finnst það bara ágætt verkaskipting, því ég held að hann sé miklu betri í að gera upp hið illa heldur en ég. Við skulum sjá næstu glæru. Og þarna komum við svolítið að kjarna þess sem að við ætlum aðeins að tala líka, sem er hvað er trúvörn. Þessi vers í 4. Pétursbréfi 3, 15 og 16 hafa oft verið notuð til þess að vera svona kjarnavers þegar við erum að tala trúvörn eða það að verja og rökstyðja okkar kristnu trú.
Og versin hljóma svona: en helgið Krist sem drottin í hjörtum yðar, verið ætíð reiðubúnir að svara hverjum manni sem Krist raka hjá yður fyrir voninni sem í yður en gjörið það með hógværð og virðingu og hafið góða samvisku, til þess að þeir sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna verði sér til skammar í því sem þeir mæla gegn yður. Hann byrjar á því að segja: helgið Krist sem drottin í hjörtum yðar. Hvað þýðir það? Hvað merkir það? Hvernig framkvæmum við það í líf okkar að helga Krist sem drottin í hjarta sínu? Og hvað þýðir það í þessu samhengi textans, þar sem að Pétur að tala að launa illt með góðu, sýna þolgæði, ástunda frið og kappkosta það sem gott Af hverju, hver eru tengslin á milli þess að helga Krist sem drottin í hjarta sínu og takast á við lífið sem hendir alls konar hlutum í okkur og bregðast alltaf við með góðu? Þetta dæmi spurningu sem við getum spurt textan sem hjálpar okkur að komast að því hvað Pétur virkilega að segja og hvað þýðir það fyrir mitt líf í dag. Ef við flettum upp í orðskviðunum, 4. kafla, vers 23, þá það vers sem að við þekkjum mjög vel. Orðskviðnir, kafli 4 og vers 23. Það stendur: varðveit hjarta þitt framar öllu öðru, því að þar eru uppsprettur lífsins. Þannig að upphafspunkturinn á lífi okkar, hann í hjarta okkar. Það má allavega segja það. Þannig að það sem að gerast í hjarta okkar, það flæðir út í útlimi okkar, hugsun okkar, flæðir út í aðra staði á lífi okkar. Þannig að ef það verður breyting í hjarta okkar, að þá mun sú breyting flæða út í aðra þætti lífs okkar. Þannig að þegar Pétur segir: helgið Krist sem drottin í hjörtum yðar, að þá hann, ef við blöndum því saman við orðið og orðskviðunum, þá hann að segja að upphafspunkturinn í líf okkar, þar sem allt byrjar og flæðir frá, að þar sé Jesús drottin. Það leiðir það af sér að Jesús sé drottin yfir öllu okkar lífi og öllum okkar gjörðum. Og ég held að þetta sé, og þetta grunnatriði í trúvörn, í því sem að versið að segja. Vinur okkar Chris Parker predikaði á Selfossi seinasta sunnudag, þar sem hann brýndi okkur til að lifa lífi sem fer fólk til að spyrja: hvað það við þig? Af hverju ert þú glaður í þrengingum eða þegar það gengur illa? Málið nefnilega það, kæru vinir, að það okkur ómögulegt á okkar eigin forsendum að svara illu með góðu. Við getum það ekki. Við getum það kannski einhver tíma og viljastyrkum og hnefastyrknum, en við munum aldrei endast í því. Eina leiðin fyrir okkur til þess að lifa þannig lífi, það ef Kristur fara að höndla hjarta okkar. Það ef við lærum að lifa í flæði Jesú. Það ef við lærum að lifa í flæði náðar hans. Og þess vegna segir Pétur: helgið Krist sem drottin í hjörtum yðar, að því að Kristur verður að vera uppsprettan á hjörtum okkar. Kristur verður að vera flæðið sem við lifum líf okkar í. Annars getum við ekki fylgt honum í því að svara illu með góðu. En það fleiri sem hangir á spýtunni, af því að ef við sjáum næstu glæru, Siri, allar aðstæðurnar sem að fyrra Pétursbréf í, þessar aðstæður þar sem að við eigum að svara ofsóknum eða pirringi eða neikvæðni í okkar garð með góðu. Það eru aðstæðurnar sem við erum að tala um. Pétur vitnar í Sálm 34 þar sem við eigum að gera gott. Hann talar um að gera gott og aðrir gera illt.
Þetta eru aðstæður þar sem að fólk líður illt fyrir að vera réttlátt og gera gott og Pétur að hvetja þau, ekki hætta að gera það sem gott, haldið áfram að gera það sem gott, haldið áfram að sýna réttlæti í öllum gjörðum ykkar. Og hann að segja, eina leiðin til að gera það að helga Krist sem drottinn í hjörtum ykkar. Þetta samhengi þar sem að fólk þjáist en á samt gleði. Jesús segir í Mattheus 5:10, sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smánaður, ofsakja og ljúgaður öllu illum mín vegna, verið glaður og fagnir því að laun þeirra eru mikil á himnum, þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og við sjáum næstu glæru. Af hverju eigum við að gleðjast í þjáningum? Af hverju eigum við að gleðjast ef það reynir á í líf okkar? Stuttasvarið að því að þá sjást fingraför Guðs á líf okkar. Ef við þjáumst en eigum samt gleði, að þá þekkjum við áþreifanlega kraft Guðs innra með okkur. Það geta allir svarað góðu með góðu. Það ósköp auðvelt. En að svara illu með góðu og vera glaður þegar reynir á, það ómögulegt. Það skrítið. Það fer gegn því sem að má teljast eðlilegt ef að allt sem við sjáum í heiminum bara það sem við getum snert og sett puttan á. Ef að líf okkar lýsir af lífi Guðs í þrengingum, þá skínum við mjög skært. Þannig að eftir fyrir tekið og fólk fyrir að spyrja, hvað þetta við þig? Hvað þetta við þig? Sömuleiðis, ef að líf okkar lýsir ekki, ef við lýsum ekki af lífi sem ofan við þennan heim, ef við lýsum ekki af lífi sem kemur inn í okkar líf og gefur gleði, frið og styrki í erfiðum aðstæðum, að þá bara ekkert mikið í líf okkar fyrir fólk að spyrja um. Hvað hefur fólk að spyrja um ef að líf okkar bara rétt eins og líf náungan sem ekki fylgir Kristi? Það svolítið áskorun fyrir okkur, kæru vinir, sem viljum fylgja Jesú Kristi. Áskorun svo að líf okkar lýsi á honum, þannig að fólk fara að spyrja, hvað þetta við þig? Af hverju lýsir líf þitt? Af hverju þegar að bíllinn bilar, eða þvottavélin bilar, eða þakið lekur, að þá brosir þú? Og þú brosir ekki bara á viljastyrknum á því þú neyðir sjálf þig til þess. Nei, þú brosir af því að þú átt náð Krists innra með þér. Og þú hefur lært að tengjast Kristi og þú hefur lært að gera Krist á drottni hjarta eins. Þess vegna brosiru. Þetta áskorun. Af því að þetta ýtir upp yfirborðið, kæru vinir. Og við verðum að horfast í augu við líf okkar eins og það í raun og veru. Ekki líf okkar eins og þegar allt gengur vel og það auðvelt að vera kristinn, heldur hvernig líf okkar í raun og veru. Og það áskorun. Það áskorun. Við fjölskyldan fórum í ísferð daginn, keyrðum út á Selfoss og fórum inn í ísbúð og keyptum okkur ís. Svo þegar við vorum að fara tilbaka, og þá leiti ég í baksinni spegilinn, ég gerði það, en ég bakka samt beint á ljósastör. Og þegar eitthvað svona gerist, lífið bara hendir í okkur alls konar hlutum. Þú veist það ekki endilega fyrirfram, það bara gerist eitthvað. Og hvernig bregst maður við? Það auðvelda að fara að hugsa, af hverju gáði ekki betur í speglana eða stóð upp og horfði í kringum mig eða allt þetta. Og þar hef ég oft verið. En í þetta skipti, og þið getið spurt konuna mína, hún hérna, en í þetta skipti gaf Guð mér náð til þess að ná að bremsa mig af og segja við sjálfan mig, ok, hvað ef það þannig að það getur ekkert hent mig í lífinu nema Guð hafi leyft það með einhverjum hætti. Og passið ykkur að gera greinamun á því, það ekki endilega að Guð hafi viljað
að ég klesti á ljósastaurinn, en hann leyfði því hins vegar að gerast. En það þýðir það að það er ekkert utan við afl né arm Guðs. Hann er stór, hann er mjög stór. Og þess vegna hugsaði ég mig, ok, í staðan fyrir að dvelja við það af hverju ég gerði ekki hitt eða þetta, þá ætla ég bara að segja sjálf mig, ok, hvað ætlar Guð að gera í gegnum þetta? Hvar finn ég Guð í því að hafa keyrt á hennar ljósastaur? Og ég sagði við sjálf mig, ok, ég þarf að fara með bílinn á verkstæði, kannski hitti ég einhverja menn á verkstæðinu og við munum eiga eitthvað gott samtal eða eitthvað slíkt. Þannig að ég bað þessa bæn svona innra með mér, bara fyrir því. Svo fer ég með bílinn á verkstæði og hitti þar afskaplega fínan verkstæðisformann og áður en ég veit af, þá erum við farnir að tala saman og tölum bara lengi saman og förum að tala Jesú og förum að tala trúna og förum að tala hvernig við lifum líf okkar og eigum þetta frábæra samtal. Og ég er alveg til í að keyra á ljósastaur og það leiðir til þess að ég eigi svona skemmtileg samtöl. Skiljið hvað ég er að fara? Áskorunin er þessi, hverju sem lífið hendir í okkur, spyrja, ok, Guð, þetta er ekki út fyrir þinn arm. Þú getur líka náð inn í þessar aðstæður og leikurinn eða áskorunin sem við getum haft fyrir okkur sjálf er að segja, ok, hvar finn ég Guð í þessu? Eða hvar finn ég Guð í þessu? Hvar finn ég Guð í því að barninu mín er strítt í skóla? Hvar finn ég Guð í því að ástvinu minn lést úr krabbameini? Og ég er ekki að segja að Guð hafi viljað að ástvinu þinn lést úr krabbameini, alls ekki. En við verðum samt að horfast augu við það staðreynd að Guð leyfði því að gerast. Og þetta er fallinn heimur sem við lifum í, þar sem alls konar hlutir fara úrskeiðis. En náð Guðs er stór og armur hans er langur. Og hann vill mæta hverjum þeim sem að leita hans og segir, Guð, þetta eru aðstæður sem mér eru ofviða, nú þarf ég á þér að halda, nú þarf ég að finna þig í þessum aðstæðum. Og það er verkefni okkar og það er stórt verkefni, ég veit það. En það er verkefni okkar. Og verkefni okkar er ekki að ásaka annað fólk og setja ofan yfir það, heldur finna Guð í öllum aðstæðum. Og sýna og bregðast við öllu með góðu. Ok. Nú skulum við tala aðeins meira trúvörn og sjá næstu glæru. Það má segja að trúvörn sé tvennt. Númer 1, eins og við erum búin að tala að lifa lífi sem lýsir að lífi Guðs og þá gjarnan þvert gegn ytri aðstæðum. Því að hvar skín ljósið skærast? Þegar það dimmir í herberginu, ekki satt? Þannig að þegar það dimmir í lífi okkar, eða í aðstæðum lífs okkar og við skínum sem aldrei fyrr, þá mun að skína skært. En trúvörn er líka að lofa Guð með huga okkar. Ok, Lúkas 10:27. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Hvernig elskum við Guð með huga okkar? Hvernig lofum við Guð með huga okkar? Alveg eins og með annaði líf okkar, við leggjum líkama okkar undir Guð, við leggjum huga okkar undir Guð með því að sýna honum undirgefni, þannig að hann geti notað huga okkar. Með því að hugsa markvisst boðskapinn sem Guð hefur gefið okkur í Biblíunni og í sköpun sinni og kenna öðrum að gera hið sama. Þannig við erum kölluð til þess að leggja huga okkar í þjónustu Guðs og þetta er fyrir alla. Þetta er ekki bara fyrir einhverja lærdómsmenn eða aðra, þetta er fyrir okkur öll. Guð hefur kallað okkur til að nota hverja einustu heilasellu til þess að tilbiðja drottinn og til að lofa hann. Og rétt eins og fólk getur notað rökhugsun sína vitsmunni til þess að hafna Guði, þá getur við notað rökhugsun okkar og vitsmunni til þess að rökstyðja tilvist Guðs, setja tilveru okkar í samhengi. Af því að kæru vinir, kristin trú
afskaplega rökrétt og heilbrigð sýn á tilveruna og til þess að skilja samhengið sem við erum í. Sjá næstu glæru. Í trúvörð þá notum við þá rökhugsun sem Guð hefur gefið okkur eftir leiðsögn heilasanda til að aðstoða einlæga leitendur í því að vinna úr vantrú og vantraust á Guði og tilgangi hans með mannkynið. Það er heilmikið í þessari setningu, en stóra málið er þetta að við notum hug okkar til að hjálpa fólki að vinna úr því sem það er að takast á við og benda á Krist. Og líka fyrir okkur sem að höfum játast Kristi, það er mjög eðlilegt að uppkomi hlutir í okkar lífi sem við erum að takast á við, spurningar sem við erum að takast á við. Og þá vil ég brýna okkur öll og sérstaklega okkur sem erum leiðtogar í kirkjunni, ekki kæfa spurningar sem fólk er með. Leyfum þeim að koma fram, leyfum fólk að spyrja af því að við höfum ekkert að óttast. Grunnurinn sem við stöndum á er traustur. Þannig að ég vil ekki að fólk skilji heilan eftir við inngangin þegar það kemur inn til þess að hlusta á mig. Nei, ég vil að það noti toppstykkið og hugsi af hverju segir Ágúst þetta eða ég hefði sagt þetta öðruvísi og svo framvegis. Spyrjum spurninga, tökumst á við efnið og virkilega notum allt sem Guð hefur gefið okkur, líka hug okkar. Af því að hugur, af því að skynsemi og trú eru alls ekki andstæður. Þekking og trú eru heldur ekki andstæður. Það er efni í annan lestur sem við skulum fara í seinna. En þetta er stóra málið. Og ef að líf okkar lýsir að Guði, þá kemur að því að fólkum spyrja, hvað er við þig? Af hverju brosir þú þó að konaðin sé á sjúkrahúsi eða annað eftir því? Af hverju áttu innri gleði? Jafnvel þú sér að takast á við erfiðar aðstæður. Og ég er ekki að segja að við megum ekki vera sorgmætt. En ég er að segja að líf okkar lýsi af gleði Guðs. Og það er hægt að gera hvort tveggja á sama tíma. Við skulum sjá næstu glæru og ég vil bara minna okkur á það að lykilorð í fyrra Pétursbréfi er undirgefni. Það er meðal annars talað að konur eigi að vera undirgefnu eiginmönnum sínum og annað sem ég ætla ekki að hætta með meira úti í þessu sinni. En almennt að við sýnum undirgefni og auðmýkt gagnvart lífinu. Og þegar að óhöpp hendi að þá spyrjum við eins og ég sagði áðan, hvað hefur Guð handað mér í þessu? Það er nefnilega þannig að við stjórnum ekki veröldinni. Við erum ekki drottin þessa heims. Þó að við setjum okkur stundum ósarátt á þann stað. Oft myndum við vilja geta stjórnað því hvernig veröldin fungerar. En við bara erum ekki í því hlutverki. Það er annar sem var settur í það hlutverk að vera drottin þessa heims. Hann heitir ekki Ágúst Valgarð, hann heitir ekki Jón Jónsson. Þar af leiðir að þá þurfum við að sýna ákveðna undirgefni og auðmýkt gagnvart lífinu. Mér langar aðeins að setja fyrra Pétursbréf í samhengi og ég lék mér aðeins með það að búa til 3 stig ofsókna eða neikvæðni gagnvart kristnum. Fyrsta stigið er þetta að segja að það sé víða neikvæðni í þjóðfélaginu og öflugir þrýstihópar gegn kristni. Næsta stig er orðið alvarlegra af því að þá er fólk byrjað að ofsækja kristna á stöku stað, jafnvel með líkamlegum barnsbíðum og annað þess háttar. Og þriðja stigið er svo það að það eru byrjað hreinlega opinberar ofsóknir af hendi ríkisins eða þeirra sem fara með ríkisvaldið, viðkomandi ríki eða viðkomandi stað. Þannig að þetta eru svona 3 stig grófar skilgreiningar af því hver er staða ofsókna eða hreinlega neikvæðni gagnvart kristni. Og ef við svona spólum í gegnum hugan yfir löndin í veröldin í dag, þá getum við séð til dæmis, hvar myndum við setja Norður Kóreu, á hvaða stigi væri Norður Kórea? Þið getur rétt upp putta, 1, 2, 3, klárlega 3. Bandaríkjunum, hver er staðan þar? Ja, kannski 1. Bandaríkin er náttúrulega stórt land. Sumum segja 3, segja hérna í salnum, fer kannski eftir því hvernig við skilgrunum það, en ég myndi ekki segja 3
ef að 3 að setja fólk í fangelsi og drepa fólk á þess áttar. Þá Bandaríkin klárlega ekki 3. Bækur Biblíunnar eru skrifaðar svona, við getum skotið á í samhengi sem að mappast á þessi stig. Í fyrra Pétursbréfi, eins og við erum búin að tala þá eru ekki byrjaðar opinberar ofsóknir að hendur frá rómverska ríkinu á hendur Kristum. Það ekki byrjað. En það voru örugglega neikvæðnir í þjóðfélaginu og ýmsir öflugir kristnihópar og jafnvel voru einhverjar ofsóknir byrjaðar á stöku stað. Ég fór til Kína haustið 2013 og hitti fólk sem kom frá ýmsum héruðum í Kína og þá lærði ég að staðan mismunandi. Á einum stað kannski bara mjög lítið ofsóknir en svo kannski kemur nýr forystumaður og þá byrja ofsóknir. Kemur nýr forystumaður af hendi ríkisins. Ég hitti gamla konu, hún var eins og svona há í loftinu og hún útskýrði fyrir okkur að hún væri leiðtoginn í kirkjunni, maðurinn að vera leiðtoginn í kommunistaflokknum og þau gerðu bara svona samkomulag milli sín að hún myndi láta hann í friði og hann myndi láta hann í friði. Þannig að hún hafði ákveðið frelsi í sínu héraði til þess að vinna með kirkjuna. Þannig að við getum haft í einhverju landi svona staðbundnar ofsóknir þó að hið opinbera sé ekki byrjað með ofsóknir. Og fyrra Pétursbréf gæti verið skrifað í því samhengi. Það gæti hafa verið byrjaðar einhverjar ofsóknir í þessum héruðum sem við sjáum á kortinu áðan, en það þarf ekki að vera. Það getur vel verið að þær þrengingar sem að söfnuðir voru að upplifa, söfnuðir sem að Pétur skrifa bréfi til, að þær þrengingar hafi fyrst og fremst verið þetta hæðnisorð, tala niður til hennar kristnu, þeim kannski útskúfað með því að eigi ekki viðskipti við þá eða annað eftir því og þannig verið að þjarma að þeim og reynt að gera þá utanveltu í samfélaginu og þess vegna hafi þeir upplifað þrengingar. Það þarf ekki vera að þeir hafi verið barðir eða líflátnir eða þess háttar. Við skulum ekki gleyma því að á þessum tíma þá ríkti rómverska ríkið. Það þýðir að fólk komst ekki upp með það að gera hluti sem voru út fyrir laga Rómaveldisins. Þannig að þó að ef ég var Rómveri og verið á móti hinum kristnu, þá leyfðist mér ekki endilega að fara og drepa einhvern annan rómverskan mann þó að hann hafi verið kristinn. Þá gat ég verið dreginn fyrir rétt og svara fyrir hinn rómversku lög. Alveg sem sjáum Pál postula, þegar átti að fara að taka hann að hústryggja hann, þá sagði hann, leyfist ykkur að slá mann sem er rómverskur ríkisborgari, muni eftir þessu í postulasögunni. Og þá hættur við, ert þú rómverskur? Og leyfðu sér ekki að hústryggja hann. Þannig að hinn rómversku lög ríktu og áður en að rómverska ríkið fyrir að ofsækja kristna með virkum hætti, að þá er mjög líklegt að í einhverjum tilfellum hafi þeir ekki leyft líflát á kristu fólki. En svo kom að því að Neró kveikti í Rómaborg og upp frá því byrjuðu ofsóknir gegn kristnum mönnum. Allt þetta til að segja það, kæru vinir, að fyrra Pétursbréf þarf ekki að vera svo langt frá okkar samhengi eins og okkur hefur stundum fundist það. Það þýðir að það sem Pétur er að segja við söfnuðinni fyrir Pétursbréf gæti verið bara akkurat inn í okkar aðstæður á mörgu leyti. Allt það til að segja að núna í dag finnst okkur mörgum við upplifa neikvæðinni gegn kristni á Íslandi, er það ekki? Okkur finnst kristni og kristnu viðhorfum víða ýtt út og þá ætla ég að spyrja, hver eru viðbrögð okkar? Hvernig ætlum við að bregðast við? Ef við sjáum næstu glæru. Það eru sannarlega engar kerfisbundnar ofsóknir gegn kristnum, ég held að við getum ekki sagt það. En á hvaða stigi eru við á Íslandi? Eru á stigi 1, 2 eða 3? Já, ef við erum einhvers staðar, þá erum við 1, kannski hálfur, ekki það. En öllu falli, hvernig ætlum við að bregðast við? Ég vil leggja það til að fókus okkar, áhersla okkar, sé að lifa lífi sem lýsir af Jesú.
þannig vex kirkjan. Kirkjan vex ekki ofanfrá og niður, heldur neðanfrá og upp. Hún vex frá grasrótinni og upp. Hún vex frá því að fólk fylgi Jesú Kristi og bregðist við lífinu eins og við höfum verið að tala og þá fyrir fólk að spyrja, byrju, hvað við þig? Þannig tók kristni yfir Rómaveldi og þannig getur kristni tekið yfir þjóðfélag af því að líf okkar lýsi af Kristi. Það það sem við skulum vera upptekin af, ekki hvort að Alþingi setur þess eða hinn lögin. Ég hef skilning á því og það skiptir okkur máli, en það ekki það sem ætti að vera í fyrsta sæti. Fyrsta sæti okkar að vera lærisveina Jesú Krists og tryggja það að líf okkar lýsi á honum. Það aðalatriðið. Næsta glæra, hvernig tók Kristur mótlæti? Til þess þeir kallaðir, segir í fyrra Pétursbréfi 2:21, til þess þeir kallaðir því að Kristur leið einnig fyrir yður og léti yður eftir fyrirmynd til þess að þér skyldu feta í hans fótspor. Við munum eflaust upplifa vaxandi mótlæti gegn kristni á næstu árum. Það frekar líklegt. Og þá vil ég brýna okkur til þess að huga vel að því hvernig ætlum við að bregðast við. Og það fínt að byrja að æfa sig strax í dag. En núna, ef við sjáum næstu glæru, núna ætlum við að fara í smá verkefni saman. Og ef þið sitið langt frá öðrum, þá ætlum ég að biðja ykkur eftir smástund að færa ykkur til og þið sem eru heima að hlusta á lindina eða horfa heima í stofu, ég vil hvetja ykkur til þess að vera með í þessu verkefni líka. Þetta tekur ekkert langa stund. Þarna eru 2 vers úr fyrra Pétursbréfi sem við erum búin að tala Það vers 9 og vers 15. Gjaldið ekki illt fyrir illt eða illmæli fyrir illmæli, heldur þvert á móti blessið. Og svo líka vers 15. En helgið Krist sem drottinn í hjörtum yðar verið ætur reiðubúnir að svara hverjum manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður Og nú kemur spurningin, mér langar að biðja ykkur að fara saman í svona 2-4, tökum svona 4-5 mínútur í þetta og langar að biðja ykkur að rifja upp í huga okkar, getur notað puttana, helstu atriðin í lífi Péturs postula. Sem dæmi, Pétur fiskimaður, við vitum það, þannig að einhvers tíman í æsku byrjar hann að veiða fisk. Hvað gerist næst? Hann hittir Jesú og setna verður hann lærisveinn. Og svo framvegis. Labbiði svona í gegnum líf Péturs og stiklið á stóru. Og svo skulið þið spyrja, eitthvað í lífi Péturs sem tengist þessum versum sérstaklega? Og gerir það sérstaklega athyglisvert að Pétur hafi skrifað þessi vers. Þannig að við skulum byrja núna, hóið ykkur saman, 2-4, tökum svona 4 mínútur í þetta, færi ykkur til í sætunum, verið óhrætt og þið heima, veltið þessu fyrir ykkur. Hver eru helstu atriðin í lífi Péturs og hvernig tengist það þessum versum?
Tökum svona hálfa mínútu í viðbót, 30 sekundur. Jæja, þetta stór salur, þannig ég get ekki tekið mörg dæmi, en ég ætla að fá kannski 2 dæmi ofan úr sal. Einhver sem að náði einhverju tengingu við atburði í lífi Péturs? Pétur, þegar við varum verið að handtaka Jesú í Getsemane, að þá sagt frá því að hann hefði haft sverð. Jóhannes segir frá þessu, Jóhannes 18:10, að Pétur hefði haft sverð og hoggið hann að eyrað af einum mannana sem var að koma að handtaka hann. Þannig að Pétur upplifði það að nota sverð til að verja Jesú og seinna, 30 ára seinna eða svo, þá skrifar hann þessi vers: gjaldið ekki illt fyrir illt. Mjög góður punktur, mjög góður punktur. Þannig ef að Pétur gat komist á þennan stað að sjá þetta, hugsa tilbaka þau mistök sem hann hafði gert, eru við þá ekki bara í fínum félagsskap, ég og þú? Er það ekki? Einhver önnur tenging? Hann sagði hérna út í sal, Pétur var mikill hirðir og Pétur upplifði það að afneita Jesú en var seinna kallaður til að vera leiðtogi og hirðir í kirkjunni, ekki satt? Þannig að þegar Pétur skrifar verið ætíð reiðubúnir að svara hverjum manni, allan hafi verið að rifja upp í huga sér þegar hann var í garðinum við eldinn og inn í sal var verið að pynta Jesú og lemja hann, og ykkur þerna kemur og segir: Pétur, þú þarna, þú Galileu maður, þú varst með þessum Jesú frá Galileu. Og hvernig brást Pétur við? Var hann ætíð reiðubúinn að svara hverjum manni sem kröst raka? Nei. Nei, ég þekki hann ekki. Nei. Þessi sami Pétur hafði sagt: já, Jesús, ég skal aldrei yfirgefa þig. Þó að hinir flýi eitthvað, þá skal ég standa fastur. En Pétur þekkti ekki sitt eigið hjarta. Sem að, og fínir punktar, þið náðu þessum 2 punktum sem að ég var að fiska eftir. Bravo, og ég vona þið heima hafi tekið eftir þessu, hvernig tengingarnar eru á milli líf Péturs og þess að hann svo skrifar. Og við getum þess vegna verið uppörfuð þó við höfum gert mistök, af því að Pétur sannarlega gerði mistök en getur svo samt komið þennan boðskapinn í líf okkar, ekki satt? Núna að lokum þá ætla ég að gefa ykkur eldsnögt 4 leiðir, og við sjáum næstu glæru, 4 leiðir sem við getum notað til þess að framkvæma sumt af því sem við höfum farið yfir í þessum biblíustri. Af því að þegar við ljúkum því að opna biblíuna og lesa hana, þá viljum við vinna með það á einhvern hátt í líf okkar. Annars verður það bara einhver þekking sem jafnvel getur gert okkur hrokafull. Við verðum að heimfara þetta á líf okkar. Og hérna eru 4 leiðir, og þið getið valið ykkur eina leið eða blanda saman 2 eða tekið bút af ykkur. Þið biðjið fyrir því, Guði leiðir ykkur í því. En ég ætla bara að renna yfir þetta. Og ég ætla líka að benda ykkur á, ef þið farið á august.org, þá getið þið sótt þessar glærur og séð þetta. Ein leiðin er þetta: taktu 10-20 mínútur á kvöldi og farðu bara í gegnum daginn sem er liðin. Hvað gekk vel, hvað gekk illa, og biðdu heilagan anda að setja punkt á hluti sem hann vil ræða við þig um. Og biðdu hann að sýna þig hvaða tilfinningar og viðhorf voru á bak við gjörðir þínar. Hlusta svo eftir því sem hann vil segja við þig. Gerðu þetta til dæmis í mánuð eða eins lengi og þú finnur að þetta er að gera gagn. Þetta er ein leið. Og þá færðu smá saman að sjá
Hvað knýr líf þitt? Hvað að knýja líf þitt áfram? Og við sjáum strax hvernig það mun hjálpa okkur að geta sagt, ok, Jesús, ert þú drottinn í hjarta mínu? Já, þarna varstu drottinn í hjarta mínu, en þarna tók ég sjálfur stjórnina. Og þetta færir okkur að Jesú. Sjáum við það? Ok, næsta leið. Sjá næstu glæru. Þekkir þú einhvern sem að lifi lífi sem virkilega lýsir af Jesú? Þekkir þú einhvern sem að lifi lífi sem sérstaklega góður vitnisburður? Bjóddu honum eða henni í mat. Reyndu að kynnast viðkomandi, reyndu að átta þig á hvað það við viðkomandi sem gerir það að verkum að hann lifi svona lífi. Í Filippibréfinu 4:9 skrifa Páll, þetta sem þér hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, það skuli þér gera og Guð friðarins mun vera með þér. Á meðal okkar, kæru vinir, þá fólk sem að lifi svona lífi. Það fólk á meðal okkar sem getur sagt svona eins og Páll sagði. Þið skuluð herma eftir mér og þá mun lífið ykkar bera ávöxt. Tökum eftir svona fólki, kynnumst því, bjóðum þeim í mat og lærum af þeim. Ok, önnur leið. Númer 3. Hvernig gengur okkur að elska fólk sem erfitt að elska? Ég sé að þetta uppáhaldi hérna hjá nokkrum í salnum. Þarftu reglulega að umgangast fólk sem erfitt að elska? Kæru vinir, oft þetta svona menntaskólinn hraðbraut frá Guði til okkar í því að vaxa í Kristi. Þannig að, hérna ein tillaga, skrifaðu niður nöfn 1-2 einstaklinga í lífiðinu sem þið finnst erfitt að elska. Biddu fyrir þeim á hverjum degi í mánuð. Biddu Guð að blessa líf þeirra, biddu Guð að gefa þeir leiðir til að tjá þeim virðingu og kærleika. Í 1. Pétursbréfi stendur virðið alla menn. Við höfum að virða alla menn. Fólk velur sjálf hvað það vil gera í lífi sínu. Við erum ekki drottinn í lífi þeirra. Það velur að gera alls konar hluti, sumt heimskulegt, sumt gott. Við eigum ekki að vera drottinn í lífi þeirra. Við eigum að virða þau, við eigum að elska þau og við eigum að sýna þeim gott. Allir með á þessu? Hérna eitt verkefni í því. Og í 4. lagi, seinasta leiðin, við erum þegar búin að tala um þetta, að finna Guð einhvern veginn, finna eitthvað frá Guð í öllum aðstæðum. Guð stór, mjög stór. Það ekkert sem gerist án þess að Guð hafi leyft það þó Guð hafi ekki viljað það. Þannig að skrifaðu niður 35 erfiða eða slæma hluti sem hafa hent í lífinu og hver viðbrögð þín voru. Ræddu viðbrögð þín við góðan vin sem þú treystir og svo við Guð í bæn. Hlustaðu á Chris Parker. Þetta hlekkur á það sem hann predikaði á Selfossi seinustu sunnudag og var fín predikun sem kemur beint inn í þetta. Og svo þetta tillaga á morgunbæn í 40 daga. Guð gefðu mér náð til að finna þig í öllum aðstæðum í dag, líka því erfiða. Kæru vinir, takk fyrir þessa góðu stund. Gaman að vera með ykkur. Ég hvet ykkur til þess að taka eitthvað eitt af þessu og við ætlum að ljúka stundinu formulega núna, en þeir sem hafa tíma, taka ykkur saman 2-3 og ræðiði hvaða leið líst þér best á, hvaða leið ætlað þú að fara í þínu lífi til þess að vinna með það sem við vorum að tala um í dag. Og þið heima, takk fyrir að vera með okkur. Þið getið sótt glærurnar á august.org eða þú setur á næstu glæruseri og þar getið þið sótt þessar glærur og séð verkefnin og unnið meira með þetta. Skulum þakka Guð á lokum. Drottinn, takk fyrir það að þú ert góður Guð. Þú hefur allt vald á himni, jörðu og undir jörðu. Og við þökkum þig, Jesús, að fyrir þér mun hvert kné beygja sig að lokum. Dýrsi þér í Jesú nafni. Amen. Nú að ljúka biblíulestri frá Kotmóti á föstudagsmorgni. Við fengum að heyra frábært orð frá honum Ágústi Valgarði þar sem hann talaði fyrra Pétursbréf. Þegar Pétur skrifaði fyrra Pétursbréf þá var hann búinn að ganga með Kristi í 30 ár.
og hann hafði ekki þreyst á göngunni. Hann var ennþá brennandi eftir öll þessi ár. Hann gerði vissulega vitleysur svona á fyrstu metrónum en þegar hann náði fótfestu þá hélt hann ótrauður áfram og það áskorun Guðs til þín í dag. Haltu ótrauður áfram hvað sem hendir því í lífinu. Launaðu illt með góðu, vertu góður við alla menn og við skulum biðja örstutt saman. Drottinn, ég bið fyrir öllum þínum, öllum þeim sem á þig trúa á Íslandi í dag. Vilt þú, Drottinn minn, gefa þeim þennan ávöxt andans að þeir megi vera fylltir af þér og launa illt með góðu. Gefðu okkur visku og skynsemi til þess að taka rétt á málum sem henda okkur rétt eins og þú værir að svara þegar við svörum. Og ég bið Drottinn fyrir öllum þeim sem eru að hlusta eða horfa á þessa útsendingu og ég bið að þú meir umlykja allt þetta fólk með nærveru þinni, tala til þeirra og blessa það í Jesú nafni. Amen. Næsta samkoma frá Kotmóti verður klukkan 2. Það verður samhjálparsamkoma. Þú ert að sjálfsögðu velkomin að fylgjast með, getur hort á kotmót.is, farið inn á lindin.is og hort á þetta þar eða hreinlega hlusta á lindina. Best af öllu hins vegar að þú kemst á svæðið. Við þökkum fyrir að sinni og biðjum Guð að blessa þig.